Komið sæl, gleðilegt ár. Ég heiti Guðrún Hannesdóttir og ég ætla að lesa fyrir ykkur nokkuð ljóð. Fyrsta ljóðið úr nýju ljóðabókinni minni sem heitir Spegilsjónir. Og ég ætlaði í raun og veru að lesa eingöngu upp úr þeirri bók. En í tilefni dagsins og dagana þá var ég eitthvað svo hátíðlega að ég ákveða að lesa eingöngu ljóð sem eru tengd Biblíunni, þó að sé smá á ská. Og fyrsta ljóðið sem ég les heitir Hægri vængur. Og það er lýsing á altaristöflu frá 14. og 15. öld, eitthvað svoleiðis. Hægri vængur. Loftið tært eins og bergkristall, túnin smaraðs græn. Grjótspakar ær á beit, nokklir englar á flugi, með pilsaþitt og söng. Konur á skrafi við hlíðið, allt fjarska trúverðugt. Fjárhirðarnir fallnir á hnén, gagnteknir ást og lotningu. Stórar vinnulúnar hendur þeirra, samkvæmar öllum sannleik. Einmitt slíkar hendur struku yfir kollminn forðum, svo hrjúfar að fíngjart hár mitt festist í lófunum mitt andartak. Og þetta má hafa til marks fegurð heimsins, svo lengi sem blessubörnin fæðast. Næsta ljóð vísa til þess þegar verið var að lesa upphátt á heimilum eins og gert var aldir fyrir heimilisfólk. Það var lesið ýmist úr Biblíunni eða Íslendingasögunum og þetta ljóð heitir einfaldlega Kvöldvaka. Þrálát eins og þakleiki, þessi manndráp, eilífsvík og djöfulskapur, brennuvargar, óbótamenn, en enginn sér mig leggja frá mér prjónana, leggja aftur augun, hætta að hlusta. Liljur, safran, hunang og myrra, ilmandi silki og lauf af lífsins tré. Ekki fyrir ég missi hnykilinn úr kjöltinni og allir líta upp. Næsta ljóð heitir svo mikið sem Blóðakur. Silfurpeningana 30 var ekki hægt að setja í sameiginlegar fjárhirslur og því var fjárfest í akri leirkerasmíðanna sem aldrei bar lífandi ávöxt og var þess vegna notaður til að grafa ókunnuga, fátæklinga og glæpamenn. Því alltaf má hafa eitthvað upp úr sviksemi hjartans. Það sýna dæmin, gömul og ný, þó þau fari ekki öll jafn hátt og þetta. Næsta ljóð sem ég les heitir skal ég ykkur segja, Hæll og vísar svolítið aftur í tíman líka og lýsir kannski yfirvofandi ógn eða ótta eða dauða jafnvel. Hæll. Hún systir Mörtu, þvoði fætur frelsarans og þerraði með hári sínu. Smurði sprungna hælans, dýrum ilmandi smislum og fékk bágt fyrir. En það láir mér enginn, þó ég færi þig í hlýja sokka, beint af hlóðarsteininum og haldi varlega hælðinn rétt á meðan ég fer með sjóferðabænina þá styttri í hljóði. Það var það síðasta ljóðið. Það heitir svolítið undarlegu nafni. Það heitir Umróðrar
og mér datt það í hug þegar ég var að horfa á landakort frá miðöldum. Þau voru nú aldeilis ekki mannlaus eins og kortin í dag, heldur voru þau full af fólki og táknum og allskyns ferðalögum. Og ljóðið heitir Umróðrar. Og það er eins og ég segi, það er skrítið orð og það er eiginlega ennþá skrítnara fyrirbæri. Það var svo undarlega hátt sem ég tekin upp einhver tíman á öldum, 7. öld, eitthvað svoleiðis á Írlandi, að munkar eða kristnir menn lögðu á djúpið, lögðu bókstaflega á stað á litlum bátum sínum út á hafið í fullkomna óvissu í leit að undursamlegum stöðum. Og þessi ljóð og þessar sögur voru lesnar á Írlandi svona á 7. 7. öld áður en íslensk þjóð var til. Og ljóðið er svona. Vindur er torrænn og köld undir alda. Það hriktir í botnum. Hjartað missir slag. Stjörnurnar hrapa á heimsenda þessum. Sjónin blekt á bæði borð. 9 nöðrur á flæðiskeri, skarfar á steini, allsettir augum, en englarnir standa á himinsins þröm og velta sér líkt og hrafnar á flugi. Snúðu kortin á hvolf, þá er austrið efst. Siglum innan skerja, blíðvindi spyr, að loga bláum ám paradísar, náum háttum á herskaravöllum, þar er söngur úr brunni, sigur korn á akri, þar hrynur döggin með skærum hljóm. Kindur og kýð í koparst sól steypt, sál mín í raf að eilífu greift og mustaskorn mín óhult í lófa. Og ég óska ykkur bara farsælla og undursamlegra umróðra á nýju ári. Takk.